erum komin í skúr hérna á Ægisbrautinni, lætur ekki mikið yfir sér kannski, merkt handverk. Hér hann Elli, hann nú heldur betur að gera fallega hluti úr íslenskum við að mestu leyti. Líkan af skipum og ekki bara skipum til að horfa á, heldur hægt að sigla þeim. Okkur langar aðeins að heyra hvernig hann fór í þetta og hvað hann að gera meira hérna. Viltu aðeins segja mér hvað þú ert að gera hérna? Hérna ég að smíða bara skip, smíða báta af öllum gerðum, misstóra og þetta tekur svona, frá kannski svona 60-70 tímum upp í 400-420 vinnustundir í hverjum bát. Talandi báta hérna, þú varst að ljúka við þennan, Höfrung. Höfrung, AK-91. Já, Höfrung AK-91. Hvernig kemur það til að maður bara fer að smíða svona? Já, ég bara einlega veit það ekki. Mér dettur oft ýmislegt í hug, sko. Að svona, já, ég kynntist aðeins Haraldi Sturlussoni hérna. Hann heimsótti mig hérna og var með skip sem kom með í viðgerð og ég gerði við hann Kútur Harald og Það er svona skip sem er svona smíðað, já. Það er æva gamalt, sko. Það er og síðan hef ég bara haft áhuga að smíða þennan Höfrung hérna sem var ég er ekki beinagrindin á henni hérna niður frá Öxtar, niður í Slipp. Jú, það ekki. Og og ég fekk svona smá teikningu af þessu, en hitt er bara svona eftir myndum. Þannig fjárstýrður. Já. Það er þetta siglónum. Það er hægt að sigla honum. Já. Það er ótrúlegt. En þetta er nú svona, sko, ég skal nú sýna það bara ofan í þennan bát hérna. Hérna er krókur, ég þarf að opna. Þess að losa bómuna hérna. Síðan tek ég húsið hérna. Þetta eru bómuna hérna út úr, svona. Og þá sér það onni. Já. Hér er vélinn. Já. Þessi hérna er báturinn af Safamins og Aðalvíkinni, það er í Aðalvík. Hann keypti þetta frá Danmörku 1908. Ég mátti til að smíða, þetta er fallegur bátur. Já. Þetta er bara listaverk, hver og einn bátur út af fyrir sig. Maður er að leggja smá inn í þetta, sko. Það er augun verða að tolla á þessu smástund. Þetta er fyrsti báturinn ég smíða, hann er nú hérna. Þessi neðsti. Já. Þetta er fyrsti báturinn ég smíðaði. Og þetta er allt segjum að vass eða sjóhælt. Þú getur, þetta þolir að fara. Þolir að fara í vatn. Og þessi fjárstýrðu eins og núna, já, það er þetta siglónum, bara leika sér. Já. Þannig að þetta er orðið bara, þetta er listaverk og leiknám. Já, það er gaman að eiga svona skip upp á hillu inn í stofu eða í kassa eitthvað og geta svo tekið hann og fara og sigla og leika sér. Er ekki neitt svona félag sem fer út á sjó eða sem fer á vatn og setur og siglir og eitthvað? Nei, sko, ég auglýsti nú einu sinni í blaði, bara í Vísir eða Morgunblaðinu eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Eftir einhverjum félögum sem hefðu áhuga á bátum og stofnað klúbb eða eitthvað. Ég fekk ekki eina einustu hringingu. Þá auglýsum við bara aftur og eftir fólki núna. Það hlýtur að vera fleiri með fleiri í þessum. Já. Býrðu eitthvað tímann til bara bát upp úr þér, bara byrjar á ykkur og setur saman bara þinn bát, eða hefur alltaf fyrirmynd? Já, oftast hef ég fyrirmynd, nema þarna á Mahóni bátnum. Það hafði ég enga fyrirmynd, það var bara upp úr mér, sko. Ertu ekki öfundaður af svona þessum bílskúr? Er ekki notalegt að vera hérna? Ég veit það nú ekki, ég hef nú ekki heyrt það, sko, en mér líður rosalega vel hérna. Og ég væri nú ekki hérna í þessu skúri nema fyrir Gísla Jóns og Erlu konuna sem er barnabarnið mitt. Við fluttum úr Hafnarfirði eftir 45 ára búskap þar, fluttum við hingað upp til. Og þá hefur vantað bílskúr? Já, og þetta Gísli Jóns, hann bara bjargaði málunum og þau bæði. Já. Ég á mikla þakkir skilið. En þú ert ekki með stór verkfæri í þessu? Það eru vissulega einhverjar stærri sægir sé ég og eitthvað? Já, ég er með bandsög hérna sem ég nota bara í allt, sko. Já. Og síðan hef ég verið að fá ösp. Sonur minn, hann var að fella tré í fyrra, stóra ösp í Hafnarfirði og ég fekk allt efnið. Og það er nú hlutaði þarna.
Já. Og og þetta er búið að vera í heilt ár, sko. Fyrst læti ég að vera hérna úti bara í nokkra mánuði, svo fór ég upp í skógræktina í Skorradal og hann sagaði fyrir mig svona planka. Og síðan er þetta búið að vera hér inni og þegar ég komið svona mygla hérna í sárið, eins og það er þarna, þá voru hann tilbúin til notkunar. Þá voru það þurr í gegn. Og þegar ég er búin að saga þetta niður þá lítur þetta svona út. Þetta er þess að ég noti bátana. Þetta sagði þú sjálfur? Nei, ég læt saga fyrir mig svona. Svona þunnt, já. Svo slípa ég þetta sjálfur, og svo er þetta að beygja þetta bara svona. Það er ótrúlegt að tré úr garðinum hjá syniðinum breytist hérna í bát í Svo þetta snúist på þetta svona. Magna efni. Þetta öspin er alveg svakalega fín. Alveg ofboðslega gott efni í þetta. Að vinna með.